Fyrir mörgum árum gaf Jóhannes Björn út bók sem heitir Falið vald og þessi bók vakti mikla athygli, hún var rifin upp af minni kynslóð, mín kynslóð reif hana í sig. Þannig voru ýmsar upplýsingar sem lágu kannski ekki á glámbekk stjórnmáli í heiminum og ýmis konar klíkustarfsemi, getum að sagt. Hér Jóhannes Björn kominn, blessaður, velkominn. Ég ætla nú að ræða við þig svona stóru línurnar í pólitíkinu og mér langaði kannski að byrja á falli dollarans. Við vorum að ræða hér áðan. Jú, það náttúrulega þegar verið að tala fall dollarans þá eru menn að einblína mikið á mikinn viðskipta halla í Bandaríkjunum og greiðsluhalla ríkissjóðs, en það raunverulega rangt að líta á málið frá þessum sjónarhóli. Það aðra tölur sem eru miklu mikilvægari. Og það eiginlega spurningin hvort Bandaríkin geta bætt þessa stöðu. Því að það gerist náttúrulega ofta að það mikill halli á fjárlögum á meðan fólk að fara í gegnum erfiðleika eða þjóðir. En markaðirnir í dag eru greinilega byrjaðir að hafa farið að gruna að Bandaríkin hreinlega geta ekki breytt þessari stöðu. Og þess vegna dollarinn að falla svona mikið. Og þetta kemur náttúrulega til að því að síðastlegin 4 ár hafa engin ný störf verið búin til í Bandaríkjunum. Þau sem töpuðust, það hefur ekki náð því að byggja upp ný störf. Og hvers vegna skapast ekki störf í Bandaríkjunum? Já, ég ætla nú að segja fyrst að þau störf sem að skapast, að þau borga 7.000–9.000 $9.000 minna heldur en störfin sem voru fyrir. Og það líka annað að samningsstaða almennings hefur snar versnað í Bandaríkjunum. Að ef við lítum á allt efnahagslífið í heild og sem sagt tekjur almennings, þá hefur málið alltaf verið þannig í marga áratugi að öll fyrirtæki landsins, stór og smá, hafa haft 25% af gróða í hagkerfinu. En svona 1998 byrjaði þetta að breytast. Þannig að öll fyrirtæki í Bandaríkjunum eru núna að fara yfir 30% í gróða. Sem þýðir það að samningsstaða almennings að snar versna. Fyrirtækin að taka meira til sín og fólki fær minna. Þetta er náttúrulega ýmsar ástæður fyrir þessu. Ein náttúrulega heimsvæðingin, mikla, þar sem sífellt betri störf að fara til útlanda. Og það eru aðrar ástæður og til dæmis að það eru 50 milljón manns ráðnir í Bandaríkjunum hverju ári og það var nú Greenspan sjálfur sem sagði þetta og ég lyftist í sætunum þegar ég heyrði þetta því að þetta ótrúlega tala og það verið að tala á Vesturlandi núna að það þurfa að vera meiri sveigjanleiki í fyrirtækjum og annað og þá náttúrulega verið að tala bara að ganga rétt fólksins og þetta að gerast í Bandaríkjunum greinilega að ef 50 miljón manns eru ráðnir á hverju ári þá þýðir það að 50 miljón manns hafa annarkvort hætt í starfi eða verið reknir og náttúrulega langflestir verið reknir og það var gerð heilmikil úttekt á þessu í New York Times til dæmis að hvernig þetta gengur fyrir sig að fólk kannski með $26 á tíman í tekjur og búið að vinna sér bílis réttindi og þá allt í einu búm, rekið mánuðinni líða það tekur nýtt start, $22 svo þegar loksins búið að vinna sér upp í 26 rekið, búm, niður þetta þessi sveigjanleiki sem allir En þannig að vinnumarkaðurinn í Bandaríkjunum hefur veikst mjög mikið mjög mikið sem sagt réttu eða afl fólksins En hvert fóru þessi störf? Já, það náttúrulega þetta búið að vera í gangi lengi þetta kennt eins og guðspjöllin að heimsvæðingin sé góð og þetta var náttúrulega í lagi meðan verið að taka vesturstörfin og senda þetta til Kína og Indlands og Thailands og Mexíkó og svona og nú meira að segja Mexíkó ekki nú ódýrt nógu lengur það verið að loka verksmiðjum í Mexíkó og senda til Thailands og Kína en síðan hafa bara sífellt betri og betri störf verið að færast út og nú bara svo komið að það verið að senda milljónir af skattskýrslum til dæmis frá Bandaríkjunum til Indlands og það lesið þar og niðurstöður senda tilbaka og meira að segja röntgenlæknar í Boston að myndirnar eru sendur á netinu til Indlands og það lesið og sendt tilbaka
Já, en hverjir eru þá að græða á þessari alþjóðavæðingu? Já, það er alltaf verið að tala allir græða á þessu en það mjög lítill hópur sem græðir á þessu, það náttúrulega þeir sem stjórna fyrirtækjunum sem að gera þetta, fyrst og fremst. En eins og ég sé það þá allur almenningur að tapa því að lífskjörin ekkert að batna og ef við skoðum þetta í víðara samhengi á fyrir hluta 20. aldarinnar og þá var vinnudagur 60 klukkstundir og síðan jókst tæknin og allt það og vinnudagurinn eftir stríð, skömmu eftir stríð að hann var lækkaður í 40 stundir og kaupið var hækkað. Já. En síðan byrjar þessi heimsvæðing og kaupið hreinlega stendur í stað eða fer niður. Já, það þarf fleiri fyrirvinnur. Fleiri fyrirvinnur og sem sagt eðlileg þróun hefði náttúrulega verið svo að við varum að vinna 30 stundir á viku fyrir hærra kaup. Já. En svo kemur náttúrulega móti að það sagt að fólk í þriðja heiminum að nú lifir það betra lífi kannski og allt það. Já. En það ekki mikið það. Það í Kóreu, Suður Kóreu gekk þetta ágætlega, en í landi eins og Kína að það var þetta hreint skandall. Það verið að reisa verksmiðjur sem eru fangelsi. Verkalýðsfélög eru bannað með lögum. Þú ert dregin, sennilega drepin eða þú reynir að stofna verkalýðsfélag. Þú ert með verksmiðjur þar sem 15-20.000 konur að sauma fatnað og þær ráðnar, þær kannski 14-16 ára gamlar af landsbyggðinni, svo erum bara skilað eftir nokkur ár út á landsbyggðinni aftur ónýtum. Þannig að það bara lítil klíka í Kína og svo þessi fyrirtæki. Og ég var daginn hérna, þá hitti ég fólk frá Falun Gong og þetta bara fólk sem í morgunleikfimi með svona einhvers konar íhugun í. Og það sagði mér að það væri búið að handtaka og setja í vinnubúðir vel yfir 1 milljón Kínverja. Og þetta fólk að búa til hluti sem fara í það sem við erum að kaupa. Og þó vestræn fyrirtæki sé að reyna að hafa eitthvað eftirlit með þessu, þá ekki nokkur einasta leið, því að þetta gert í gegnum undirverktaka í Kóreu og allavega og svo verið að koma hlutum kannski inn í tölvur og annað frá þrælabúðum sem enginn veit um. Nei. Annars sem ég langaði til að nefna við olíuverðið og olían og skortur og olíu. Er olían að verða uppurinn? Hún náttúrulega ekki að vera uppurinn og það nóg til að orku, það verður bara dýrar allt. Og það alveg greinilegt og hafa margir skrifað um það nýlega og til þess mjög góð bók sem heitir Oil and Blood að við erum komin í peak oil sem kallað eftirspurn eftir olíu sem sagt hefur mæst framboð eftirspurn hafa mæst. Það ekki hægt að dæla upp meira olíu til þess að annað eftirspurn, þannig að verðið á bara eftir að hækka. En það ekkert að marka náttúrulega, olían hefur farið núna niður $10 eða eitthvað. Hún fór náttúrulega allt og hátt til að byrja með. Hún fór úr 25 upp í 55 eða eitthvað svolítið, dollara fatið og hefur núna komin í 41. En hérna olían, verð og olíu, það ákveðið í kauphöllum og það til dæmis olíufatt sem kemur upp á jörðinni einhvers staðar í Sádi-Arabíu og áður það lendir hjá neytenda í New York, það búið að versla með 200 sinnum að meðatölu. Þannig að verðið náttúrulega fer upp á niður og þessi markaði græða mest á sveiflum. En eftir 3 ár, 5 ár, þá verður það bara hærra og hærra, sem náttúrulega endilega ekkert slæmt fyrir Íslendinga því að þetta orku. En tengist til dæmis Íraksstríðið, tengist á olíu að þínu viti? Það getur hver sem giskað á það, en það ekki nema 2 ríki heiminum núna sem geta aukið olíu. Það Íran og Írak. Það Íran og Írak. Það ekki önnur ríki. Olíuframleiðslan minnka í Mexíkó. Það grunur að Sádi-Arabía eigi minni olíu heldur að hafa sagt og þeir þora ekki að tala um það vegna þess að þetta einræðisríki náttúrulega þar sem stjórnin getur hreinlega fallið ef fólk frétta því að það veri minni olíu í jörðu. En það mjög grunsamlegt að þeir eru alltaf að dæla úr eldgömlum lindum. Ef þeir ættu svona miklu olíu þá væru komnir í nýrri lendir. En Bandaríkjamenn eru samt, þú veist, þeir eru ekkert að gera til þess að minnka hæðisetta olíu? Nei, þau eru öfugt. Það eru gefin skattfríðindi til
fyrirtækja, smára fyrirtækja sem kaupa jeppa og stóra bíla. Þannig að þeim stór fjölgað. Og hús eru illa einangruð víða, eins og fólk sem hefur komið til Bandaríkjanna hefur séð. En þetta einhver ákvörðun sem þetta bara hlutur sem stjórnmálamenn hafa ekki þrek eða vilja til að ráðast gegn og svo náttúrulega tengist þessu gróðurhúsaáhrifin. Já, nú náttúrulega komið að skuldatögunum og það alveg furðulegt að það á ekkert að gera í þessu, í Bandaríkjunum allavega, sko. Það verður bara vaðið áfram þangað til að eitthvað hræðilegt gerist og það náttúrulega byrjað að gerast, að fellibylur verða sterkari og annað. Veðrið að verða miklu óstöðura heldur en hefur verið. Já. Annað sem mér langaði að nefna sem þú fjallar dálítið það er lyfjaframleiðsla í heiminum og lyfjamafíur. Ofnotkun lyfja. Já, það ósköp einfalt. Ég meina, lyfjafyrirtæki eru bara gróðafyrirtæki náttúrulega og eins og önnur gróðafyrirtæki auka framleiðsluna og vilja fá fleiri og fleiri neytendur. Og ég held að það hefur verið gert allt og lítið af því stjórnmálalega í þjóðfélaginu að setja einhverju hömlur á þetta. Því að það er ekki eðlilegt ástand þegar stór hluti þjóðarinnar er komin á Prozac og ég held að það hefur verið að gefa börnum Ritalin í stórum stíl að það sé mjög varhugavert. En lyfjafyrirtækin hafa beinlínis hag af því að halda þessu að fólki og gera þau það ekki? Jú, það er náttúrulega þeirra mál, ég meina, það er þeirra business og það er ekkert óeðlilegt við það er þeirra business. Það er við sem verðum að stoppa það á einhverjum punkt. Er þetta óhollt? Þú haldið því fram að þessi ekki öll kurl komum til grafarvarðandi að þetta sé óhollt fyrir líkamannssál? Já, það er náttúrulega, ef þú lítur í handbók lækna þá sér það Prozac með, ég man ekki, 200-300 aukaverkanir. Og það er svolítið skemmtilegt að nýlega hafa gerð rannsókn í Englandi sem sýndi að fiskolía er með nákvæmlega sömu jákvæðu andlegu áhrifin á fólk eins og Prozac sem nær til 60% manna nema fiskolía er mjög holl en Prozac er með allar hinnar aukaverkanir. Já, en maður spyr sig nú kannski sérstaklega þegar verið að gefa börnum svona lyf eins og Ritalin. Já, Ritalin byrjaði nú vist þannig, skildist mig, ég skrifaði nú bók árið og þá las ég einhvers staðar að Ritalin byrjaði sem eiturlyf sem var selt á götuhornum í Kanada. Þangað til að lyfjafyrirtæki fékk þessa frábæri hugmynd að gefa það börnum. Og þetta Ritalin er amfetamin, það er ekkert annað, það er bara amfetamin, það er spít. En það virkar þannig á börn að það róar sum börn vegna þess að það yfirbugar miðtaugakerfið. Yfirbugar miðtaugakerfið. Já, við verðum nú víst að fara að klára þetta. Hér, bókin Falið vald, þú gafst hana út hérna fyrir 20 ár síðan. Já, hún er á netinu. Hún er á netinu á vald.org og sumir sögðu, þetta eru bara samsæriskenningar. Já, ég segi að ef fólkinu sagt eitthvað að þá er það sleis og það er svo mikið leynd í gangi að til dæmis í Bandaríkjum að það eru billjón blaðsíður leynilegar núna og opinberir sagnfræðingar í Bandaríkjunum sem að skrifa sögu Bandaríkjanna frá 60 til 64 þeir vara við því að þeir hafi ekki nógar upplýsingar til þess að segja rétt frá. Þannig að það er leynd. Það er gífurlega. Og leynimakk. Engin makk. Jóhannes Björn, ég þakka kærlega fyrir komuna. Við verðum hér aftur á dagskrá eftir viku í Silfur Egils.